Komið þið sæl. Í þessum þætti og fjölmörgum öðrum í sumar ætlum við að fjalla 95 ára sögu Sjálfstæðisflokks. Ég fengi til mín góðan gest, Vilhjálmur Árnason, gestur minn að þessu sinni, ritari Sjálfstæðisflokksins og alþingismaður. Vertu velkominn. Takk fyrir. Áður en við förum að ræðum þinn stjórnmálaferil, þá langar mig aðeins að ræða við þig innra starf flokksins. Nú það svo í samkvæmt okkar skipulagsreglum að ritari flokksins ber ákveðna ábyrgð á innra starfinu og ég held að það megi alveg draga þá ályktun að stjórnmálaafl ekki 95 ár nema að það sé einhver strúktúr og einhver innra starf sem virkar. Hvernig blasir innra starfið við þér og hversu mikið þátt í þessari farsælu sögu telur þú að við getum tengt við innra starfið sem við höfum haft öll þessi ár? Já, innra starf Sjálfstæðisflokksins gríðarlega öflugt og lýsir svolítið náttúrulega hugsjón flokksins að það fullt af einstaklingum sem að trúa á einstaklingsframtakið og sýna það í verki í innra starfinu. Það það sem hefur gert þetta svona öflugu starfi og Sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega aldrei komist svona langt og verið svona stór áhrifaþáttur mótun íslenskt samfélags eins og hann hefur verið frá því að hann var stofnaður, haft gríðarlega, engin flokkur haft jafn mikil áhrif á uppbygging og þróun þessa lands til velsældar. En það allt, vil ég segja, innra starfinu að þakka að því að við höfum að sjálfsögðu átt mjög frambærilega og flott forystufólk í stjórnmálum, í sveitarstjórnum og á alþingi. En stjórnmálamaður bara ekkert án baklands og það kemur allt úr innra starfinu. Og stjórnmálastarf snýst náttúrulega þetta að koma þessum skilaboðum til kjósenda hvaða hugsjón flokkurinn vil nota til þess að byggja upp landið, hvaða aðferðir viljum við nota til þess að þróa okkar samfélag og þeir sem eru út á feltinu einmitt þau sem eru í innra starfinu og bera þennan boðskap út til kjósenda og fá fleiri til liðs við okkur í innra starfið. Þannig að þetta bara algjörlega mótorinn í starfinu. Maður fyrir utan bara stefnan held ég náttúrulega mjög vel ígrunduð. Þetta byggt tveimur mjög grunduðum stefnum, frjálslyndri stefnu og íhaldsstefnu sem hefur auðvitað höfðað til fólks mjög mikið í gegnum árin og svo náttúrulega bara hvað hún á líka bara vel við íslenska þjóðarsál má segja þegar maður horfir á söguna en við höfum séð flokka koma og fara og lifa sumir skammt og sumir stutt og þessi flokkar eiga það ekki sammerkt með Sjálfstæðisflokknum að hafa 160 félög og ráð allt land að eiga bakland og trúnað við 35 oddvita ef við horfum bara til dagsins í dag og þetta hefur það verið breytilegt gegnum tíðina 35 oddviti í sveitarstjórnum sem að tala þegar núna 113 sveitarstjórnarmenn og þeir hafa oft verið mjög margir í gegnum tíðina stór þingflokkur alla jafnan úr öllum kjördæmum landsins og við erum með fulltrúaráð allt land, við erum með kjördæmisráð í öllum kjördæmum, við erum með málefnanefndir, landssamtök, við erum með flokksráð sem telur mörg hundruð manns, landsfund og þessi trúnaðarmenn Sjálfstæðisflokksins, þetta eru einhver þúsundir manna allt Ísland sem gefa kost á sér og taka þátt í þessum störfum, hefði verið einhver leið að byggja upp svona öflugan flokk með því að starfið væri misstitt. Því að maður heyrir stundum, ég held kannski helst andstæðing okkar tala það að það sé öllu stýrt úr Valhöll, mér finnst það nú vera meira þeir en okkar samherjar. En þetta bara ekki algjörlega óraunhæft ef þeir hefðu rétt fyrir sér og að það væri hægt að halda þessu starfi gangandi og væri fólk að gefa kost á sér í þetta öll eftir 1000 manns ef þeir upplifðu það að það væri bara öllu stýrt úr Valhöll? Nei, alls ekki og þetta líka grunnurinn eins og kemur inn á þessi óaðfinnanlega stefna flokksins, grunngildi flokksins sem búin að vera frá óhögguð frá 1929 og þau hafa ekkert breyst, þau eru ennþá og það einmitt fólki í flokknum sem hefur viðhaldið þessari stefnu tryggt það að stefnunni sé fylgt og að henni sé ekki breytt. Við bara höldum okkur við þessi gildi og það svo mikilvægt en fólki í flokknum, það skiptir líka mestu máli að það sé úti að berjast fyrir því
upp að kynna stefnuna fyrir öðrum, fyrir nýjum kynslóðum og fyrir innflytjendum og fyrir því fólki sem að býr þessu samfélagi með okkur og það stefnan drífur það áfram en stefnan náttúrulega lifir ekki nema að sé einhver sem að kynnir hana og þannig spilar þetta svona mikið saman og þessi stefna, hún nefnilega eins og við komum inn áðan, grunnurinn í henni enga framtæki að sá sem að leggur á sig og hann fær að njóta þess og sá sem á hugmyndirnar og það hvatinn sem að drífur okkur áfram og þannig virkar okkar starf og við sjáum það bara að það hafa verið svo í gegnum tíðina rosalega framtakssamt fólk í grasrót Sjálfstæðisflokksins sem er búin að halda hér héraðsmót og hafa gaman. Það er búið að byggja hér heilu félagsheimilin og það eru þessi stóru landsfundir og maður sér það bara ennþá daginn í dag að það er allskyns uppátæki sem eru í flokksstarfinu sem er svo frábær og það er bara svona fólki og svona öflugum hópi ekki hægt að misti. Það er bara ekki hægt. Hann myndi aldrei láta segja sér. Þú fer ekki að presentera stefnu með minni ríkisafskiptum og þar sem að einstaklingurinn á að fá að njóta sín og njóta sína verðleika og ætla svo fara að hafa innra starf flokksins eitthvað öðru í heldur en það. Það er ekki hægt. En svona hvernig síðan að þú tekur við sem ritari, hvernig finnst þér innra starfi hafa þróast af því að nú eru alltaf einhverjar breytingar, hafa orðið einhverjar sérstakar áherslubreytingar í þinni tíð sem ritari? Já, mínar áherslur einmitt kannski svolítið þarna að passa okkur þess að vera ekki upptekinn af skipuritun og skipulaginn af því að það er mjög mikilvægt að hafa skýrar leikreglur og við erum lýðræðislegu flokkur og við erum mörg þannig að auðvitað þarf skipulagi að vera mjög skýrt og þannig að sé að það gangi upp en ég hefur lagt mikla áherslu á það að hver og einn flokksmaður, hvort sem hann sé formaður í félagi eða einhverju stjórn, að það er ekkert í okkar innrastarfi sem bannar honum að hafa viðburð eða tala fyrir stefnu flokksins. Hann jafn mikilvægur í að tala fyrir stefnunni, berjast við kommunistan eins og ég segi stundum, eins og ég. Þó ég sé kjörinn fulltrúi og þó ég sé ritari flokksins, þá hef ég ekkert meiri rétt á því að gera eitthvað í innrastarfi flokksins til þess að hafa gaman eða tala fyrir stefnu flokksins eða brýna kjörna fulltrúa til verka og það er líka mikilvægast að náttúrulega við innrastarfið að þau veit okkur kjörnu fulltrúunum aðhald. Þannig að mín áhersla hefur verið svolítið þetta að finniði bara löngunina og frelsið til þess að tala fyrir stefnu flokksins gegnum einhverja viðburði, hafa eitthvað að vera á vegum flokksins sem að hjálpa okkur í því, en líka til þess að veita okkur kjörnu fulltrúunum að því ég segi að allir stjórnmálamenn sem eru bara með jáfólk í kringum sig, að það fer bara út í skurð. Og það er að góða í Sjálfstæðisflokknum. Við megum hafa mismunandi skoðanir og við megum takast á og við viljum takast á. En við eigum að vera saminuð svo að ég tala fyrir stefnunni og tala gegn vinstrimennskunni. Og það er aðalatriðið og ég svona reyna að leggja áherslu á það við fólki að ég er ekki að fara að koma og sjá innrastarfi fyrir það, heldur er ég að fara að gefa þeim frelsi til þess að viðhafa sitt innra starf og ætla ekki að láta einhverja svona forgangsröðina flokksins eitthvað stýra því. En ef við tölum þá svona, færum okkur yfir í bara þinn stjórnmálaferil. Þú ert kjörinn á Alþingi vorið 2013. Hvað var svona til þess að þú ákvast að gefa kost á þér í þeim kost? Það má eiginlega segja að það var innra starf flokksins. Það var svona sjálfsbrottin hittingur hér í Valhöll sem að við formenn ungra sjálfstæðismanni Suðurkjördæmis hittumst alltaf reglulega hér og bræðurir sem að
voru hér á Suðvesturhorninu, hittumst og ræddum bara málin, bara félagsskapur og við brunnum fyrir þessa stefnu og þá var verið að ræða prófkjör hér í Suðurkjördæmi og þá kom í ljós að það var bara enginn á stúsaldri að fara að bjóða sig fram í prófkjörin. Þannig að ég sagði að ég var alveg til í að taka þátt í þessu og það er bara líka þessi löngun að fá að segja sína skoðun og tala fyrir þessum hugsjónum og kynnast fólkinu. Og þetta var sko 2009 fyrst sem að ég tek þátt í prófkjöri. En það er gaman að segja frá því að ég flutti ekki í kjördæmið, þetta Grindavíkur fyrir inn í júní 2008 og þá þekkti ég engan trúnaðarmann flokksins. Þekkti engan, ég átti enga stóra ætti eða fjölskyldu og engin trúnaðarmaður, heldur bara. Og mér finnst það sýna svo og hvað mér var vel tekið og allir tilbúin að styðja mig. Þannig bara leið og hefur skoðun á hlutunum og vill taka þátt í að gera þitt samfélag betra, að þá er fólk til í að taka þátt í því með þér. Og þannig að þetta byrjaði í þessu prófkjöri 2009, það gekk bara vel að því að fólk sá þarna ungan dreng sem vissi hvað hann vildi og var fyrir stefnu flokksins og það hjálpaði mér svo í prófkjörinu þá 2013 sem ég ákvað þá að taka þátt í aftur af því að þetta var bara svo gaman og mér var svona vel tekið þarna 2009 og þá gekk bara vel. Ég bað 4. sætið og fékk það og við náðum þá 4 mönnum inn í Suðurkjördæmi og þannig að þetta var bara gaman. En að þú nefnir að þú hafi flutt inn í kjördæmið 2008, þú væntanlega þurfti að hafa svolítið fyrir því að kynna þig það og geta fólk fara það voru þaðan í fleti fyrir. Jú, það var aðalatriðið að fá að kynnast fólkinu að því að stjórnmálin eru náttúrulega bæði mikil samskipti og svo þessi hugsjón og þannig að maður fór út allt í þessu stóra kjördæmi í prófkjörinu og það var svo sniðugt líka. Prófkjörinu er náttúrulega sniðugt upp á það að þú verður þá bara að fara og kynna þig og þá verður að fara alla staði og þá fær fólki að kynnast þér og þú fær að kynnast kjördæminu. Þannig að flokkurinn líka hefur skipulagt alltaf svona sameiginlega framboðsfundi í prófkjörunum sem með svona, við köllum það nú speed dating eða svona kaffihúsa spjallið þegar þú ert í stutt og stund á hverju borði. Þannig að allir sem komu á fundina fengu að tala við þig. Þarna var mjög vel mætt af trúnaðarmönnum flokksins og svona kjarna sjálfstæðisflokksins á hverjum stað. Þannig að þú fékkst þetta beina samtal. Þannig að það hjálpaði mér alveg gríðarlega í að kynna mig fyrir fólkinu hvaða persóna ég væri og hvaða áherslur ég myndi leggja á í þessu. Af því ég segi að það geta allir tekið þátt í pólitík sem að geta haft einhverja skoðun. Þú þarft ekki að þekkja alla hluti, þú þarft bara að geta haft skoðun á hlutunum. Og ég heyrði fljótt þessu ummæli að ég myndi vita hvað ég vildi og hefði einhver svona áherslur og svona og þannig að fólk var tilbúið að gefa mér séns út frá því. Þú nefndir áðan að þú hefði verið í unglingadapólitíkinni og þá verið formaður Freyju í Grindavík, sjálfstæðismanna gerir ráð fyrir. En hafðirðu tekið einhvern annan þátt í innra starfi flokksins? Já, ég búinn að taka þátt í starfi sjálfstæðisflokksins frá því ég man eftir mér. Frá því að ég var 5-6 ára þegar þáverandi skólastjóri minn Björn Björnsson og Sauðárkróki var að kenna mér að gera skuttur og gogga og annað þegar ég mætti með pappa mínum á fundi. Þá var ég notaður í það að hlaupa út í kjördeild og ná í listan yfir það hverju voru búin að kjósa. Og þannig ég sá það svona fyrstu árin sem ég tók þátt í þessu, bæði alþingis og sveitarstjórnarkosningum. En svo var ég skráður ungur í flokkinn til þess að mæta á stúsþing og taka þátt í kosningum og annað og þá var maður svona ánægður að maður skipti einhverju máli og fekk að taka þátt í þessu starfi og var gaman. Þannig svona kosningasmalan eru baráttur fyrir stúsþing og margir hafa horfni síðu þess. En þá er þetta oft bara fyrsta snerting hjá fólki að fara að hugsa já, það er verið að smala mér en af hverju er ég að kjósa og hvernig á ég að kjósa og það fer fólk að pæla í þessu og er það bara komin inn, farin að tilheyra einhverjum hópi sem það líður vel í og heldur áfram. Þannig ég hef nú alltaf verið mjög ánægður með það.
segi oft við þau í stúð sko að ég sé ósáttur þegar þau semju og ekki með kosningabaráttu að þá ekki þessi nýliðun og þessi umræða þetta. Þannig að það bara jákvætt og svo varð ég formaður ungra sjálfstæðismann í Skagafirði og ég held að það með þess að náð saman sko, ég var ekki búinn að koma því yfir annan áður en tók við Freyju Grindavík en svo tók ég þátt líka í bæjarmálunum í Grindavík, var þar varabæjarfulltrúi og sat þar í umhverfis- og skipulagsnefnd Grindavíkurbæjar og var varamaður í bæjarráði og bæjarstjórn. En já, sýnist nú teningunum hafa verið kastað nokkuð snemma en kom ekkert annað til greina Sjálfstæðisflokk? Sko til þess að byrja með að þá náttúrulega elst ég svolítið upp í Sjálfstæðisflokknum og kringum hann í því starfi en þegar ég var mjög ungur að þá kom upp svona mjög harðskipt prófkjör í Norðvesturkjördæmi sem tengdist föðurbróður mínum og annað og það var svona mikil óróleiki kringu þetta og þá hugsaði ég mér alveg, já ég í stjórnmálum og á ég bara að fara í fílu og fara að kjósa einhvern annan flokk eða hætta starfinu og ég fór alveg bara mjög djúpt í gegnum þetta allt saman. Og þá bara leitaði alltaf þessi hugsjón bara á mig, þá bara fann ég það að það bæði hvað hinir flokkarnir voru ekkert með neitt svo ljósa hugsjón, hún var bara óskýr en hugsjónin og gildin sem var bak við Sjálfstæðisflokkin þó að mér þykir eitthvað hluti af fólkinu í starfinu hafa haft rangt við og þó einhverja persónur hefði verið að takast á og eitthvað svona, það var ekki að breyta hugsjónin. Ég sagði, ég bara fyrir þennan flokk og þá var ég alveg þá var ég bara alveg sannfærður það getur margt gerst innan flokksins en grunngildi og grunnstefna stendur fyrir sínu og ég mun ekki yfirgefa það. Búin að vera þingmaður í 11 ár held ég segi þessu mánuði bara þessa myndi vantarlega nokkurn veginn. Þú settið í fjölmörgum nefndum, allsherjar- og menntamálanefnd, umhverfis- og samgöngunefnd og formaður þar svolítinn tíma, velferðarnefnd, fjárlaganefnd og svo hefur þú tekið þátt í alþjóðastarfi líka á Norðurlöndunum. Ef þú horfir tilbaka svona bara út frá árangri, því þú hefur stjórnarliði í rauninni öll þessi ár, svona hvaða mál getur helst nefnt? Það eru sko mörg mál sem maður fengi að koma að og ég var lengi, eins og segir, allsherjar- og menntamálanefndinni og þá var gaman að koma mikið að málefnum lögreglunnar og búa til ný lög héraðssaksóknara til dæmis og fleira. Svo líka í velferðarnefndinni kannski það sem ég tók mest á og var gaman að gera og ná árangri að það var varðandi fæðingarorlof. Það var einmitt þá grunnhugsjón flokks. Treystu við fjölskyldunni til þess að eignast barnið og ráðstafa þessu fæðingarorlofi eins og kemur best út fyrir barnið og fjölskylduna eða ætlum við að miðstýra því og segja að þú verður að taka 6 mánuði og þú verður að taka 6 mánuði og þannig að þar náðu við árangri, ekki fullnægðissigri en við náðum gríðarlegum breytingum þar í gegn. Svo líka bara svona mál eins og lyfjalög kemur bara svona almennt mál bæði með einhverja Evrópuinnleiðingu og eitthvað svona lyfjalögin og að laga það og þá náum við að breyta og bæta inn í að þar sem ekki starfandi apótek og eitthvað visst lengd, þar megi selja visst lyf í lausasölu og nú þetta bara komið, getur keypt í Staðarskála og fleiri stöðum, svona flúðum út á landi. Þannig að það eru margar svona breytingar sem að við náum ofta að hafa. Og svo má nú ekki gleyma baráttunni miklu í einhverju samgöngunefnd varðandi miðhálendisþjóðgarð og þá skiptir nú miklu máli að hafa verið góðum samskiptum við fólkið í kjördæminu og þekkja alltaf góða fólki í innrastarfinu sem að gat svona upplýst mann og frætt mann til þess að geta svolítið tekið rétta afstöðu því máli og bara stoppa það. Þannig að það var mikil barátta en svo hef ég verið mikið í samgöngumálunum og við höfum lagt til miklar breytingar á samgönguáætlun og tekið mikla umræðu í gegnum þingið varðandi nýjar leiðir í samgönguframkvæmdum annað
en þannig við höfum náð árangri gegnum þingið þar, en því miður hefur bara samgöngu yfirvöld ekki fylgt þá stefnu þingsins sem hún er sett ráðherranum, og það er ekki gengið nógu mikið vel eftir, en ég hugsa að þessi umræða sem hún tekið og allt það, að hún muni skila sér, sko. Þannig að þetta er bara hlut, og ég tel að þetta hefur haft svona, við séum að flýta fyrir því að það komi einhverja alvöru breytingar í uppbyggingu innviða hér eftir þessi umræðu sem við tekið í. Ef við horfum svona óháð þessu nefndur sem að þú hefur setið í, að því að nú er nú þingið, ég bara við báðum munum, það hefur breyst mjög mikið, það eru 8 flokkar, það er til átök þarna, það verður átök og það er eðlilega það er tekist á, en einhver átakamál á þínum þingferli svona sem að eru standa upp úr, þar sem að hafa verið einhver ólíka sjónarmið og hvernig sem málið endaði samþykkt á endanum eða ekki, sem að koma sérstaklega upp í hugan og eru eftirminnilega á þessum árum? Já, það er náttúrulega, sko, þetta er búið að vera mjög eftirminnilegu tími en það, sko, sem þú nefnir, sem skiptir miklu máli, er það að þegar eru 8 flokkar á Alþingi og 3 í ríkisstjórn, að þá verður miklu minna það að svona átakamál ná í gegn og náir einhverjum stórum og mikilvægum breytingum fram. Og þannig að svona þau mál sem mér finnst hafa verið alveg risastór fyrir þjóðina, en kannski ekki fengið notið sannmælis í umræðinni, það náðu við í 2 flokka ríkisstjórn. Áður en eru svona margir flokkar, það voru færri flokkar að þingi, við vorum með 2 öfluga ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Hvað gerum við þá? Þá gerum við gríðarlega skattkerfisbreyting. Við lækkuðum almenna virðisaukaskattsþrepið úr 25,5% í 24%. Þetta er bara þvílík, 80% öllum útgjöldum heimilisins er í efra þrepinu, en þetta var gríðarleg breyting. Við tókum skattþrepið út, sem að var gríðarleg kjarabót fyrir millistéttin í landinu. Bara 20.000 minni skattbyrði okkur einasta mánuð. Já, og svo afnámum við tolla á vörugjöld af yfir 800 vöruflokkum, eða öllu nema eldsneyti, bifreiðum og landbúnaðarvörum, sem að skipti gríðarlega miklu máli. Og þar sýndum við bara að Sjálfstæðisflokkurinn var mættur á staðinn og engin annar hefði barist fyrir þessu. Og svo höfum við nú tekið líka baráttuna og skipti miklu máli þegar við vorum að vinna fyrir eldri borgarana og öryrkjana, eða Pétur heitinn Blöndal. Hann stýrði nefnd strax þannig 2013 til þess að endurskoða almannatryggingakerfið, og það var mikil vinna með okkar áherslum til þess að afnema skerðingar og breyta þessu kerfi öllu saman. Það tókst með almannatryggingar eldri borgara. Þannig að frá því að Sjálfstæðisflokkurinn kom inn í fjármálaráðuneytið 2013 til dagsins í dag, eru framlög til almannatrygginga eldri borgara búin að fara úr 40 milljörðum í 120 milljarða. Og það er ekki tekið upp úr götunni, það er ábyrga fjármálastjórn svo það sé hægt. Við erum ennþá með áskoranir fyrir þennan hóp fólks, en kaupmáttur þar hefur samt vaxið gríðarlega. Eins og ég segi, þessar skerðingar hafa verið krónum móti krónu er ekki lengur. Við erum búin að búa til lægra skattþrep, við erum búin að verðbæta persónuafsláttinn og að fara ekki greiðsluþátttökukerfið í heilbrigðiskerfinu og lyfja þátttökunni, gera almenna íbúðalöggjöf og fleira til þess að bæta hag þessa hóp. Því miður tókst ekki þarna að gera almannatryggingar fyrir öryrkja, því að það var ekki samstaða þar. En það var samt komið að tillögu þar, og við erum að ná að koma þeim í framkvæmd núna og vonandi bara í næsta mánuði. Þannig að, jú, áfram verk að vinna, en þarna er búið að gera gríðarlega breytingar með okkar áherslu. Við settum líka frítekjum. Það var algjörlega okkar áhersla inn í þetta, að fyrstu 25.000 krónurnar, og svo er komið frítekjumark og atvinnutekjur upp í 200.000. Þannig að þetta eru miklar breytingar í okkar anda. Og svo má nú ekki gleyma öllum átökunum útlendingamál. En við höfum verið með sömu stefnu alveg frá 2013 og staðið við hana, og nú erum við búin að koma 5 sinnum
með sama frumvarpið og erum að náðum einu frumvarpi fram í fyrra og svo erum við að ná restina því fram núna og vonandi bara leið og þing kemur saman eftir forsetakosningar. Og þá vil ég segja, þó að aðri flokkar séu að stökkva á vagninum okkur núna, Samfylkingin og við erum búin að fá Vinstri græn og Framsóknarflokkinn til að standa með okkur í þessu máli, að þá höfum við gegnum alla minn feril á þinginu bara staðið við okkar stefnu. Hún bara verið skýr, við höfum sagt það sama, við höfum varað við því sama, við erum með sömu áherslurnar. Og áherslur Sjálfstæðisflokksins í útlendingamálum eru bara svo tengdar grunngildum okkar. Við erum mjög frjálslynd og viljum bjóða hér fólk úr öllum heiminum velkomið sem að koma og vil taka þátt í okkar samfélagi með okkar gildum og að koma hér til þess að vinna og standa fyrir og vinna fyrir sig sjálft og taka þátt í uppbyggingu okkar. Það bara, við þurfum á því fólki að halda. Við erum stétt með stéttflokkur sem þeir sem eru í neyð, líf og limir í hættu og annað slíkt. Við veitum þeim hér vernd, tökum þátt í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og viljum hlúa þeim. En þeir sem eru að koma hér sem efnahagslegir flóttamenn eða hælisleitendur eru að nýta okkar velferðarkerfi án þess að eiga rétt til þess eða annað slíkt. Þá eru mjög íhaldssöm og bara mjög ströng. Og það snýst svolítið máli núna og við sjáum hvernig að koma fyrir öðrum þjóðum og ef maður ekki mjög fastur fyrir þar að það getur haft óafturkræfar afleiðingar fyrir samfélagið en líka fyrir það fólk sem að koma að því að oft koma hælisleitendur bara í góðri trú út af því einhver skipulagð glæpastarfsemi selja þeim þessa hugmynd og koma hingað þessa leið. Það ekki það að þetta sé vont fólk heldur þeir sem að plata þau hingað. Og við verðum líka að passa okkur á því að vera ekki að hafa hér vera einhver gróðrastíða fyrir skipulagð glæpastarfsemi og vera að láta saklaust fólk sem að leita betra lífi lenda í klóm þeirra og vera fast í því. Og það líka ábyrgðarhlutur sem að mér finnst oft vantinn í umræðinu hér þetta. Ef við förum svona frá Alþingi við Austurvöll og á þingstaðinn á Þingvöllum, nú Ísland að fagna, eða Íslendingar að fagna 80 ára lýðveldi núna 17. júní næstkomandi og auðvitað tengjast Þingvellir mikið sögu flokksins. Þarna voru fyrstu 15 árin í sögu flokksins haldnir landsfundir og Samband ungra sjálfstæðismanna stofnað á Þingvöllum í júní 1930. En Þingvellir eru auðvitað ég þjóðarinnar og þú situr í Þingvallanemnd sem náttúrulega mjög mikilvæg nefnd þennan helga stað. Maður velti fyrir sér eru Þingvellir ennþá sá staður sem hann var í hugum þjóðarinnar í dag eins og í allri sjálfstæðisbaráttunni og með alla þessa sögu sem þar Já, ég myndi segja það eins og þú segir að þá Þingvellir helgistaður þjóðarinnar og á að vera ævarandi eign íslensku þjóðarinnar og flestir Íslendingar hafa mjög sterkar taugar til Þingvalla og þarna höldum við okkar helstu hátíðir og margir koma þarna bara til þess að einmitt svolítið bara fá upplifunina af staðnum sem er mjög mikilvægt. Þannig að Þingvellir eru okkur gríðarlega mikilvægir og okkur ber skylda að varðveita Þingvelli sem slíka. Þeir eru náttúrulega komnir að heimsminjaskrá UNESCO fyrir þennan menningararf sem þar og sögu. Þannig að það mun vera erfitt erfitt einhvern veginn að má þetta var Þingvöllum við höfum frekar að styrkja þetta og einmitt þegar þessi umræða eins og núna alþjóðavæðinguna og allt það og stríð í heiminum og annað slíkt að þá það enn mikilvægara svolítið að halda í þessi gildi okkar og þennan grunn sem Þingvellir eru í okkar samfélagi. Lýðveldið stofnað á Þingvöllum 17. júní 1944. Þingvallanemnd eitthvað að koma að aðkoma að því, hefur í Þingvallanemnd eitthvað aðkoma að hátíðarhöldunum í sumar? Já, við höfum töluverða aðkoma að því og erum með miklu samstarfi við forsætisráðuneytið undirbúning af hátíðarhöldum.
Það verða ýmsar uppákomur og svona hátíðir á Þingvöllum í allt sumar og ýmsir viðburðir, en það verður mikil hátíðardagskrá þarna 16. og 17. júní. Það verða þar kórar og hljómsveitir og tónlistamenn með tónleika og opnu ljósmyndasýningu og allskyns menningarlegir viðburðir. Þannig að við munum taka virkan þátt í afmælis höldunum, hátíðahöldunum. Þú varst kjörinn ritari Sjálfstæðisflokksins í mars 2021 á mjög fjölmennum og stórum landsfundi og ef ég man rétt þá voru þið 3 í kjöri og þú hafðir sigur úr býtum. Hvað svona kom til þess að þú ákvaðst að gefa kost á þér í forystu Sjálfstæðisflokksins? Það var bara svolítið löngunin að hafa áhrif á það hvernig flokkurinn starfar og vinnur áfram. Ég hef mikla skoðanir á þessu og brenn mikið fyrir því að sem flestir fá að upplifa stefnu og gildi flokksins. En ég hafði líka mikinn áhuga á því að þetta væri svolítið svona breið skírskotun í forystu flokksins og að sem flestir gætu átt svona samsvara sér í forystunni. Var búsettur út á landi og kemur úr stóru sjálfstæðiskjördæmi og annað slíkt, sko. Þannig að ég taldi mig hafa eitthvað fram að færa og hafði þannig áhuga svolítið að reyna að áhuga á að taka þátt í að reyna að gera betur fyrir flokkinn. Þú nefnir að þú utan á landi, það með 2 ykkar úr forystunni eru í landsbyggðarkjördæmum, þingmenn. Skiptir það máli? Það skiptir gríðarlega miklu máli út af því að þetta svo fjölbreytt þó að íbúar fjöldin sýni að meiripartin sé hér á suðausturhorninu, en þá verðmætasköpun út allt land og samfélagið dreifist allt land. Þannig að við og svona misjafnar aðstæður, þannig að þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Hvernig svo að koma inn í forystu Sjálfstæðisflokksins? Það bara mjög mikill heiður að fá að starfa fyrir svona stóran flokk, að svona stór hópur af bara af alls konar fólki sem svona engin eins og fjölbreyttur hópur að treysta manni í þetta mikilvæga starf og þetta hefur bara verið mjög ánægjulegt og skemmtilegt en leið mjög mikil ábyrgð sem maður finnur að fylgir því að vera þessari stöðu. Það hefur miklar væntingar og mikið traust sett til þín. Þú komin og maður finnur alveg skýrt fyrir því. Maður ímyndir sér að því að þú ert landsbyggðarþingmaður og þá með skyldur í Suðurkjördæmi, en nú náttúrulega eru skyldurnar bara allt land, þannig ég gerir ráð fyrir að það séu fleiri viðburðir og fundir og annað sem að þarf að sinna í þessu starfi. Já, það eitt af skemmtilegsta sem maður gerir sem þingmaður að fara að hitta fólk og fara svona út á vettvang og hitta fólk í sínum aðstæðum og fá að kynnast ýmsum mismunandi verkefnum og aðstæðum hringinn í kringum landið, og það bara eitt af skemmtilegra að vera boðin þá oftar víðar landið og fá að fara víðar og en það alltaf gaman að koma hver sem þó að sé þó maður geti verið allan sinn tíma í Suðurkjördæmi sem stórt og svona öflugt kjördæmi, en þá þetta jú, það eru fleiri sem að óska nærveru þinnar eða bjóða þær að koma og það bara ánægjulegt. En svo líka að því hún nefndir að við værum sem sagt 2 að 3 forystunni, en svo líka horfa flokksmenn svolítið á forystuna þegar þá telja ofta ráðherrann að forseta Alþingis og forma þingflokksins með og það var kannski meira það sem ég var að vísa í varðandi landsbyggðar vinkilinn áðan. En svona ef við horfum bara framtíð Sjálfstæðisflokksins, hvernig blasir hún við riddaranum? Framtíð Sjálfstæðisflokksins mjög björt og ég finn það alveg svo skýrt ég fer sem ritari að fólk ekkert endilega að eyða tímanum að ræða innistæðu, heldur það að ræða hugsjónina og hvað hún á mikið við og
þau vilja bara heyra meira af henni út á við. Hver eru grunngildi okkar? Og ég finn það svo sterkt að þó að skoðanakannanir hafi ekkert verið okkar hliðhollar, að það alveg ótrúlega mikið af fólki sem þá tilbúið núna. Þau komið með sjálfstrausti sagt, eftir bankahrunið og þegar var svolítið ágjöf á flokkinn. Nú fólki komið sjálfstrausti að bara berjast fyrir grunngildunum, tilbúið að segjast fyrir sjálfstæðisfólk, vinna fyrir flokkinn, mjög viljugt að mæta á fundi en líka taka þátt í starfinu og hafa frumkvæði af flokksstarfi. Þannig að allt sem ég finn núna innan flokksins eiginlega bara jákvæðu straumar og gefur mér mikla vona við bjarta framtíð. Við látum þetta vera loka orðin í þessum þætti. Takk kærlega fyrir komuna Vilhjálmur Árnason og gangi þér vel í öllu þínu. Þessi þættur og aðrir verða aðgengilegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum, YouTube, heimasíðu flokksins xd.is og á samfélagsmiðlum. Við höldum svo áfram næstu vikurnar að fá til okkar viðmælendur og ræða í sögulegu samhengi þátttöku þeirra í starfi flokksins og stjórnmálum almennt. Fylgist með.